kristni, comeback hennar. Já, það reyndar ótrúlega áhugavert. En það virðist vera eitthvað selektífasta comeback sem til því fólk svona, ég veit það ekki, dramb, miskunn, fyrirgefning. Þetta virðist vera eitthvað svona sem hægt að sleppa í nýja testamentinu einhvern veginn, en að vera maður Guðs rosa mikið þetta svona eins og ég segi, ég væri til að fá okkur gáfulegur en mig til að greina þetta, hvað þessi nýja kristni og hvað hún á að því að sko. Ég held reyndar sko, svo ég fór skjót inn í, ég held að hún eigi svona rætur sem að rekja í svona líffræðilegt, óhugnalegt einkenni sem að ákveðin svona, þú gerir grein fyrir ákveðinni breytingu í þínu samfélagi sem að byggist á meðal annars komu múslima til Evrópu. Fólk veit ekki alveg hvað á að gera við þetta, en það líffræðilegt viðbragð að finna sameiginlegt einkenni sem að algjörlega gagnstætt þeim sem hafa komið til þess einhvern veginn að sameinast undir ákveðinu flaggi sko. Og það maður að sjá þetta í Evrópu, þú sér þetta þegar Tommy Robinson með United Kingdom, sér þetta víða í Þýskalandi, sér þetta líka hérna með Brynjar Barkason, þar sem þeir eru að tala þetta. Ungi drengir að verða kristnari sem ótrúlega skrítið. Ég meina, ég bara með ángandreng og ég held að hafi verið með skráning í fermingum og kristilegum núna og þetta að koma aftur en Sko, biskupinn ekki svo nægilega kristinn fyrir þeim sko. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/einpæling.